En flokksagi og flokksræði eru hálfgerð skammaryrði þessa dagana. Forsætisráðherra lýsti því enda yfir í stefnuræðu sinni að ríkisstjórnin vildi opna fyrir persónukjör í kosningum til Alþingis nú í apríl. Þessu fagna sumir sem telja þetta lýðræðislegra fyrirkomulag. Aðrir segja það glapræði að anað slíkum grundvallarbreytingum á löggjöfinni rétt fyrir kosningar, auk þess sem deila megi lýðræðisaukninguna sem því fylgir. Og Þóra Arnórsdóttir og Gaukur Úlfarsson skoðuðu ýmsar hliðar prófkjöra og persónukosninga. Þó nokkur ár eru síðan stjórnmálaflokkar fóru að halda prófkjör til að raða á framboðslista sína fyrir alþingiskosningar. Það hefur þó ekki verið algilt og mismunandi milli flokka og kjördæma hvaða leið er farin til að velja frambjóðendur og raða þeim. Prófkjörin voru vissulega dálítil bylting á sínum tíma. Fram að því var algengast að flokksráð eða sambærileg innanflokksstofnun sem iðulega var böndluð við reykfyllt bakherbergi raðaði frambjóðendum á lista. Opin prófkjör bjóða hins vegar hættunni heim. Þau kosta mikið og peningar og lýðræði fara illa saman, segir stjórnmálafræðingurinn Auður Styrkársdóttir. Í þeim skilningi að frambjóðendur fara þá að reyna að höfða svona til massans, til fjöldans og gera það með auglýsingum og blaðaútgáfu og öðru og þetta kostar peninga og spurningin er hvaðan koma þessir peningar. Og við vitum að sum prófkjör hér á höfuðborgarsvæðinu hafa verið feikilega dýr hjá sumum flokkum. Við vitum ekki hvaðan peningarnir koma og peningar eru andstæða lýðræðis. Lýðræði var eiginlega fundið upp til þess að vinna gegn peningunum, gegn peningavaldi. Og þegar við erum að fara að blanda peningum svona mikið inn í kerfi sem á að vera lýðræðislegt, þá er okkur hætta búin. Þannig að í staðan fyrir að uppræta spillingu þá ýti þau undir hana? Já, þau gera það. Prófkjörin eru spillingar uppspretta í mínum huga og geta aldrei orðið annað. Og heldur að það sé dæmi það núna á undanförnum ára? Já, ég er alveg sannfærð það. Það hafa gengið hérna sögur fjöllunum hærra að þessi banki hafi keypt þennan frambjóðanda og ég nota þá orðið keypt af því það er notað í umræðinni og annar banki hafi keypt annan frambjóðanda og þetta fyrirtæki stýrt annan og það er náttúrulega óþolandi fyrir kjósendur og borgara í þessu landi að vita þetta ekki með vissu og hafa þetta ekki alveg á hreinu. Og besta ráðið til að hafa þetta á hreinu er auðvitað að vera ekki með opin prófkjör því það er engin þörf á þeim. Það er engin þörf á þeim, segir þið. En ef við klárum þetta, heldurðu beinlínis að þetta geti haft áhrif á það hvernig stjórnmálamenn haga sér og sínum ákvörðunum, þar að segja að einhver eigi höngu upp í bakið á það? Gamalt máltæki segir æ sér gjöf til gjalda og það er alveg rétt. Og það þýðir ekki fyrir stjórnmálamenn að koma og segja ég fæ styrki hjá fyrirtækjunum en ég fer ekkert eftir því sem að þau segja eða ég lít ekki skipunum þeirra. Bara þessi möguleiki sem er þarna fyrir hendi, hann á að vera nægjanlegur til þess að við séum ekki að leika okkur að þessum eldi. Og við eigum ekki að koma neinum í þessa stöðu að þurfa að ganga hér á fyrirtæki og biðja þar peninga til þess að fara inn á þing. Það er okkar að stoppa þetta. Auður segir lokuð prófkjör mun eðlilegri, þau kosti minna og flokkarnir sjá þá sjálfir að miklu leyti kynningun á sínu fólki. Nú eru einnig uppi hugmyndir persónukjör. Krafan er að kjósendur fá að velja einstaklinga, ekki bara flokka. Auður telur ekki ráðlegt að rjúka í breytingar á kosningalöggjöfinni fyrir næstu kosningar. Breytingarnar þurfi að ræða til hlítar. En hvaða leiðir telur hún færar í þessa átt? Ég myndi vilja fara kannski dálítið varfærnislega leið í þessu. Ég er búin að lýsa því hér hvað prófkjörin geta gert og hvað þau kalla á. Ég veit að þau kalla á spillingu og við vitum það. Þó við vitum ekki ennþá hér á landi í hve miklu mæli eða í hvaða áttir, þá gera þau það og ég vil ekki færa þau inn í kosningaklefana eða kjörklefana sjálfa og óttast ef allt er opið í þeim efnum að þá bara endurtaki leikurinn sig þar. En krafan að kjósendur hafi einhver áhrif í kjörklefanum, hún er mjög sterk
og skiljanleg í ljósi aðstæðna og það eru mörg lönd sem að hafa svona persónukjör. Það er dálítið mismunandi hvað er gengið langt í þeim efnum. En ég held að reynslan sé best þar sem að farið varfærnislega í þessu og ég myndi til dæmis stinga upp á að það yrði gefinn kostur á því að velja einn karl og eina konu ásamt flokki í kosningum. En það væri þá til hliðar við flokkana þar sem þú myndi velja flokk og einstakling? Já, myndi fyrst velja flokk og síðan einstaklinga. En hvernig eru þá þessir einstaklingar sem eru í framboði valdir? Þú verður að velja þá innan þíns flokks en ekki af einhverjum öðrum listum. Þannig að við erum að tala annars vegar kýstu flokk og hins vegar velur þið einn eða tvo af listan? Ef þú vilt. Ef þú vilt? Já. Hefur þetta verið framkvæmt einhvers staðar? Já, í Svíþjóð kjósendum gefinn kostur á að velja einn eða tvo frambjóðendur. Það vísu ekki mikið notað, það 30% sem hafa notuð þetta í síðustu kosningum, hefur svona farið minnkandi af einhverjum ástæðum sem mér ekki kunnar. Og fólk nýtir sér að kjósi bara flokkin en velja ekki einstaklinga? Já, og nýtir ekki þennan möguleika. Sums staðar annars staðar allt opið. Þú velur raðar algjörlega listanum upp, en það hvergi þannig að þú sért að flakka á milli lista eða flokka, en það kemur út úr því þvílíkur hrærigrauts óskapnaður að ég held að engum detti það í hug. Ef það var hægt að velja einstaklinga úr fleiri en einum flokki, jafnvel öllum, eða það 10 atkvæði, 10 einstaklinga og þeir mega koma úr öllum flokkum, þú heldur að það yrði óskapnaður? Ég sé bara ekki tilgangi með því, akkur eftir flokkar þá að vera að bjóða fram, bara sem dæmi. Ef að kjósendur eiga síðan að riðla því öllu saman á staðnum. Þetta sagði Auður Styrkarsdóttir, velkomin Ólafur Þ. Harðarson. Hvað finnst þér þessar hugmyndir sem að núna koma fram persónukjör? Það hávær krafa það. Er þetta mögulegt og er þetta sanngjarnt og skynsamlegt fyrir 25. apríl? Það mjög eðlilegt að það komi fram kröfur persónukjör og reyndar hefur það verið þannig í nágrannalöndunum að svona, maður hefur séð þetta víða að kröfunum þetta hafa verið að vaxa. Það tiltölulega stutt síðan að Svíar juku sitt persónukjör. Þetta hefur lengur verið í Danmörku og Finnlandi, ekki til dæmis hins vegar í Noregi. Þannig að á þessu svona ýmis gangur en það fullkomlega eðlilegt að menn setja fram þessar hugmyndir. Já. Já, en er þetta mögulegt og á þessum stutta tíma að breyta kosningalöggjöfinni, finnst þér það sanngjarnt? Í rauninni þá hefði maður gjarnan viljað að umræða af þessu tagi þegar menn verið að velta fyrir sér persónukjörinu, að hún hefði meiri tíma til þess að fara í gegn, menn getur skoðað vandlegar möguleikana heldur en gefst á svona stuttum tíma. Vegna þess að þetta flókið og það að gera þetta marga vegu. En hins vegar þá eru aðrir sem að segja að það mjög rík krafa að gera einhverjar breytingar núna. Nú það hægt að gera þetta með því að breyta einfaldlega kosningalögunum. Það þarf ekki að breyta stjórnarskránni. Þannig að þetta hægt og á endanum þetta bara pólitískt mat löggjafans hvort hann vill fara í þetta núna eða hvort hann vill ekki gera það. En þarf að vera samstaða milli flokka eða nóg að ríkisstjórnin með fulltingi Framsóknarflokksins? Já, það bara nóg að meirihluti þingsins ákveði að þessi breyting verði. Í 2 síðustu skiptið þegar kosningaskipaninni hefur verið breytt, það 83-4 og síðan 1999, þá náðist tiltölulega víð samstaða eiginlega allra flokka þær breytingar. En hins vegar hefur það alls ekki alltaf verið þannig. 1931, 1942, 1959 urðu stórfelld átök kosningakerfið í íslenskri pólitík og þá var það reyndar í öll skiptin Framsóknarflokkurinn sem vildi ekki breyta vegna þess að þá vorum við með kerfi þar sem að Framsóknarflokkurinn stórgræddi á kerfinu og þá tóku hinir flokkarnir sig saman að breyta þessu. Þannig að, en auðvitað það ekki þannig að menn allir flokkar þurfi að vera sammála. Þá hefði hver flokkur sig neitunarvald og lýðræði náttúrulega felst ekki í því. Ef menn hins vegar geta komist að samkomulagi þá það svona öðru jöfnu kannski heppilegt. En menn sveiflast líka svolítið í þessu kannski öfgan á milli og þeir sem svona styðja persónukjöri hvað mest segja bara út með þessa flokka, við veljum bara einstaklinga. Auður kallar það svona einhvern óskapnað, en menn ætti annað hvort að fara að velja úr mörgum flokkum eða sleppa flokkunum og velja bara einstaklinga. Ertu sammála í því? Já, ég held reyndar að við höfum ekkert dæmi í svona nútímalegum fulltrúalýðræðiskerfum
kerfi þar sem eru engir stjórnmálaflokkar og bara valdir einstaklingar, og ég held að flestir stjórnmálafræðingar myndu vera sammála það að í nútíma lýðræðisríkjum ákaflega erfitt að sjá hvernig slíkt kerfi ætti að virka þar sem bara væru kostir einstaklinga. Það slíkur glundroði í þinginu, og í rauninni þá vorum við nú svona með kerfi að þessu tagi á 19. öldinni. Þá hópuðu þingmenn hér á alþingisvaldið í flokka eða málhópa eftir því svona en mismunandi eftir málum, en þá var heldur ekkert þingræði og það var ekkert framkvæmdavald og það þurfti ekkert sérstakar meirihluta í þinginu. Að minnstakosti hvort sem það nú mögulegt að vera bara með óflokksbundna þingmenn, og reyndar var það þannig í Bretlandi á 19. öldinni að þá var töluvert umræða það að þannig ætti það að vera og flokkar væru mjög hættulegir. En sú umræða endaði í því að öll vestræn lýðræðiskerfi hafa tekið upp stjórnmálaflokka og flestir stjórnmálafræðingar líta svo á að þeir séu óhjákvæmilegir, stjórnmálaflokkar í einhverri mynd séu algjörlega nauðsynlegir til þess að bæði til að auka skipulag í þinginu, en ekki síður til þess að búa til einhvers konar heillega málefnapakka fyrir kjósendur í kosningum. Ef þú hefur tiltölulega fáa flokka sem eru hver sig með skýra stefnu, þá getur þú valið á milli stefna. Ef þú hins vegar bara með 63 þingmenn og svo eiga þeir að koma sér saman alla hluti eftir að þingið komið saman, að þá náttúrulega hefur kannski ansi lítið val í kosningunum sjálfum málefni. En þetta þýðir auðvitað ekki að þú sért bara annarkvort með eingöngu með persónukjör eða eingöngu með flokkslista þar sem að kjósandinn má ekki breyta neinu. Þarna eru mörg millistig og eins og ég var að segja, þá hér víða í nágrannalöndunum heldur tilhneiging til þess að auka valfrelsi kjósendana, ekki bara málefnin, heldur líka mennina. En nú var það hérna svo hér í eina tíð að það voru annars vegar einmenniskjördæmi og hins vegar hlutfallskosning, en síðan var fallið frá því og kerfinu breytt. Getur það rifjað upp fyrir okkur hvers vegna því var breytt? Já, það var gert vegna þess að það kerfi sem við bjöggum hér við frá 1942 fyrst og fremst, reyndar kannski frá 34 til 59, það var í rauninni prinsipplaus bastardur. Og menn höfðu klest saman hugmyndinu einmenniskjördæmi og hugmyndinu hlutfallskosningar. Það var gríðarlegt misvægi atkvæða og ég held að enginn myndi vilja taka upp þannig kerfi. Sú hugmynd hins vegar að vera bæði með einmenniskjördæmi og hlutfallskosningar, að það eru til heilleg kosningakerfi sem byggja á þeirri hugmynd og frægasta dæmið það Þýskaland. Hér hefur verið ákveðin umræða, var fyrir nokkrum árum að kannski væri heppilegt að við tækjum upp slík kerfi. Ég held að það sé kerfi sem væri fullkomin ástæða til þess að skoða, en þessi hugmynd varð ekki ofan á þá. Það alltaf þannig, það mikið verið að tala lýðræði, það þurfa að auka lýðræði, það þurfa endurnýjun og svo framvegis. Nú það náttúrulega þannig að það ekkert kerfi fullkomið. Svona ef þú lítur yfir okkar næsta nágrenni og kannski rúmlega það, hvaða kerfi finnst þér komast næst í að vera lýðræðislegast og virka? Já, þetta nú svona spurning sem ég vil hreint ekki svara. Þetta eru endalaus álitamál svona í hvora áttina menn vilja fara og stundum ræðst það líka af því hvernig ástandið á hverjum tíma og það kannski ein af ástæðunum fyrir því að menn eru núna að tala mikið persónukjörið, að ýmsum finnst að flokkarnir hafi orðið of sterkir, það hafi verið of mikil fyrirgreiðsla, foringjaræði í flokkunum hafi verið of mikið og þá fara menn að leita að því hvernig getum við nú fixa þetta. Og þá fáði þá hugmynd að það sé kannski bara rétt að gera það með persónukjöri. Og nú gæti verið að persónukjör hefði einhver áhrif í þessa áttina, en persónukjör eitt sér engin patentlausn varðandi þetta. Og maður getur auðvitað rifjað það upp eins og kom fram hjá okkur hérna áðan, að í kringum 1970 var mjög áberandi gagnrýni á flokksræði sem kallað var í íslenskri pólitík og flokksaga. Og þá tókum menn upp prófkjörin og þau hafa nú kannski ekki reynst þau patentlaust sem að sumir og meðal annars var Vilmundur Heiting Gylfason mjög ákafur talsmaður prófkjöra og mjög skiljanlega. En þau reyndust nú kannski ekki svo patentlaust sem að sumir höfðu haldið. Erum við alltaf að finna upp hjólið eða eðlilegt að þetta fari svona í eitthvað hring? Já, það getur verið eðlilegt að það fari svolítið í hringi eftir aðstæðum. En síðan eru menn líka bara að svona leita að útfærslum og það sjálfsagt að gera það og þess vegna eins og ég segi að það til dæmis að prófa sig áfram með aukið vægi kjósandi til að breyta listum eins og menn hafa verið að tala hér, það hlutur sem kemur fyllilega
til greina. Þannig ef við breytum þessu fyrir þessar kosningar að þá ekkert útilokað að menn haldi áfram og fínpúsi það eitthvað og breyti meira fyrir næstu kosningar? Ég held að eina sem öruggt er að menn munu vera að gera svona einhverja breytingar á kosningakerfinu með reglulegum hætti í framtíðinni rétt eins og það hafa gert hingað til. Kærar þakkir fyrir komin, Ólafur.